Magnús Freyr Gíslason hafði ekkert sérstaklega mikinn áhuga á skólabókunum sem ungur drengur á Sauðárkróki. Vandi var þó ekki að hann gæti ekki lært. Þvert á móti, hann þurfti einfaldlega á meira skapandi umhverfi en hinn hefðbundna námskrá bauð upp á til að sjá tilgang með því sem hann var að læra. Beina framhald því þá flytjum við til Reykjavíkur og ég klára stúdenta hönnunar- og listnámsbraut við Iðnskólann í Reykjavík og þaðan beint út til Kaupmannahafnar þar sem ég klára master í arkitektúr. Það gekk allt mjög vel eftir að ég sá að það var eitthvað tilgangur með náminu og svona og gengur mjög vel í öllu námi eftir það sko. Og þú ferðan á lærir fyrst arkitektúr í Danmörku og síðan húsgagnasmíði. Já, ég kláraði það ekkert. Það byrja ekkert í húsgagnasmíðinu fyrir en ég er búinn að vinna sem arkitekt í örugglega 5-6 ár sko. Og var bara svona komið eitthvað erðarlega í símann sko og langaði að fylgja hönnuninni alveg í útfærslu og í rauninni klára hönnunarferlið og henda mig svo beint í útfærsluna og gera prótótýpur og hafa eitthvað með að segja hvernig hluturinn á endanum lítur út sko og hvernig hann virkar í staðan fyrir sem arkitekt bara að afhenda blaðabunka og 1,5 ári síðar eða eitthvað þá sérðu einhverja byggingu sem er svona hefur svipuð einkenni á það sem þú teiknaðir en kannski ekki alveg nákvæmlega eins og þú hafði séð fyrir það sko. Magnús var í fínni vinnu sem arkitekt í borginni en fann hjá sér aukna þörf til að negla betur niður ýmis útfærsluatriði í sinni hönnun. Hann vildi geta teiknað það sem yrði síðar byggt. Þessi þörf hans var á endanum til þess að hann flutti aftur heim með fjölskylduna á æskuslóðirnar á Sauðárkróki. Byrjaði í rauninni bara sem djók fyrst sko en svo þegar við vorum farin að hugsa þetta af einhverju alvöru þá fór maður svona meta hvað er að versta sem getur gerst. Sko í versta falli þá kem ég aftur við sama skrifborðið sem miklu betri arkitekt út frá þeirri reynslu og því sem ég er búinn að læra sko. Þannig að þegar allt kom til aðs þá var þetta ekkert engin á þetta. Svo kemur bara í ljós að hér er snillt að vera og öllum líður vel og ekkert farast niður á okkur sko. Og hér hefur verið líka nóg rými til þess að vinna og vinna þinni sköpun. Já, það verið erfitt að koma sér upp svona stöði í bænum sko. Eiginlega bara ógeðlegt. Allavega fyrir ungt fólk sko. Það er unga fjölskyldu. Og það hefur skilað sér í núna nokkrum vörum undir merkinu Gagn. Já. Og við stofnaðum bara fyrirtæki kringum hönnunina og smíðarnar og hefur bara fengið fína viðtökur sko. Og sýndum á Hönnunarmars í fyrra og komu nokkuð verkefni út af því og svona sérverkefni utan við vörurnar sko og svo erum við á leiðinni á sýningu núna út í Danmörku, mánaðamótin. Það hafi verið mjög spennandi að sjá hvernig Skandinavarnir taka þetta til sín sko. Já, það er mikið að vera hjá Magnúsi þessa mundir en einmitt þá reynir á að passa upp á að gefa sér tíma til þess að sinna nýrri sköpun og hönnun til að missa ekki tengslin við sköpunarkraftin og innblásturinn. Oft reyni ég að horfa bara á einhverja hversdagslega hluti sem er í kringum okkur og hugsa hvernig var þetta. Allavega síðustu ár hefur ég verið mér að því að strípa hluti niður, gera það einfalda. Og þá sér maður bara hvað er óþarfi og hvernig er hægt að einfalda þennan hlut þannig að hann verði bara beinagrindina sjálfum sér sko en sinni saman hlutverki. Og þú ferð og bætir við því enn frekar og lærir eins og þetta handbragð í stólunum að flétta. Já, það var bara einhver della sem ég fékk sko og langaði að vinna með í okkar hönnun og fór út til Danmörkur einhvers staðar lengst út á Jótlandi og inn á verkstæði þar og lærði að flétta sem sagt setur í stóla. Maður hefur svona séð tendensinn á Íslandi allavega til þess að bara losa sig við stólana þegar setan er slöpp eða eitthvað svona. En Daninn gerir það ekkert sko, hann bara sendir það bara á næsta verkstæði og lætur flétta það upp á nýtt. Og það var eins og nýir með, og við erum samt með sína patínu og allavega sögu sem að borðstofastólu með öðrum erfðagripum getur fyllt sko. Og það er kannski eitthvað sem við getum tekið meira til okkar bara almennt með vel smíðuð húsgögn að það þarf ekki að henda þeim, það er hægt að
að laga þau og gera við og halda við. Já, það er nefnilega málið, sko. Hönnun er mjög víðtækt hugtak sem snertir á með mörgum mismunandi flötum. Það er eitt að hanna hlut en síðan annað að hanna ímynd í kringum hann. Maður getur náttúrulega leitað til ykkur að sjá ímyndina, sko, og vinna markaðssetningu og allt þetta. En í gegnum hönnunarnámið og vinnuna þar á eftir, sko, þá fær maður bara þessi verkfæri til þess að treysta sér í það að bara kasta sér út í þessa vinnu sjálfur og þá bara einhvern veginn, þú veist, það verður kannski ekki alveg 100% eins og ef þú hefur keypt á 4 milljónir af einhverju auglýsingastofu eða eitthvað. En það er allavega þitt og þú lendir á einhverjum áskorunum í þessari vinnu sem skila sér áfram svo kannski í næsta verkefni og lærir endalaust ef þú bara kasta þér út í það. Og það er það sem við höfum reynt að gera. Að bara svona allavega að prófa hlutina sjálf, veist, og sjá svo hvernig. En það er líka bara eins og hönnun almennt. Hönnun er ferli og þú getur lent á vegginn þar og ákveðnum áskorunum en það er partur af ferlinu og stundum er líka bara til að það sjáist. Já, mér finnst það, ég vil þegar maður að skoða hönnun hjá öðrum, sko, þá finnst mann er ferli, sko, áhugaverðara en sjálf varan, eða allavega fyrir mig sem hönnuð, þá finnst mér það. Út af því að það er lífssaga hlutarins sem kemur svo út í búð og þetta er mjög erfið vinna í rauninni, sko, og miklu meiri vinna að sjóða niður einhvern hlut, sko, í beinagrindina heldur en að margir halda. Og það er endalaust hægt að bæta við og dúllur hér og bogi hérna en allavega það sem fangar mitt auga er eitthvað sem er alveg bara svona akkurat það sem það þarf að vera og ekki mikið meira en það. Hönnunarvinnan er í rauninni, þú veist, það að teikna og smíða, horfa á hlutin, horfa á hlutföllin og sjá hvernig þú getur soðið hluti niður í bara essensin, sko. Allavega það ferli okkar þessa dagana, sko. Þú ert ekkert á leiðinni aftur suður allavega eins og staðan er í dag? Nei, það er bara ómögulegt í rauninni. Ég gæti það í rauninni ekki ef ég ætla að halda áfram með fyrirtækið og svona ef ég myndi bara fara að láta einhvern annan smíða fyrir mig, sko. Þannig að það er ekkert sem við ætlum að gera á næstunni. Og svo er líka bara allt aðri möguleikar hér, sko, fyrir utan að geta fengið húsnæði og boðleiði miklu styttri, þú getur fara að tala við sögugíslanir á verkstæði og spurt hvort ég megi smíða eitthvað hjá þeim og það er bara ekkert mál og svo til dæmis fyrir þetta ár hjá okkur þá er rauninni það sem gerði það mögulegt að ég gat einhent mér í þetta og verið sjálfstætt starfandi. Það er rauninni, við fengum styrk frá SSNVF sem svolítið vænan styrk, sko, sem bara gerði það að við þurftum í rauninni ekki að hafa stóra fjárhagslegar áhyggjur og gátum bara einbeita okkur að verkefninu, sko.